samkomi United. Það væri gaman að sjá okkur öll rísa eins á fætur og bara leggja þessa stund í Drottins hendur. Fyrir þá sem að koma í fyrsta skipti þá það örugglega pínu skrítið. Ég held að þekki ekki salinn en við erum komin hingað til þess að lofa Guð. Og við erum komin vegna þess að hann segir í orðið sínu að það sem tveir eða fleiri eru samankomnir þar er hann mitt á meðal. Væra menn við því. Og þar sem að það segir að hann býr í lofgjörð síns liðs. Mér finnst þetta alltaf mögnuð setning. Hann býr í lofgjörð síns liðs. Það vil segja þegar við lyftum upp nafn hans og lofum nafn hans í lofgjörð, þá er hann mitt á meðal okkar. Og það má alveg segja amen við því. En við skulum lyfta nafni hans upp bara hérna aðeins smá í bæinn. Heilagur Drottinn Jesús, ég þakka þér fyrir Drottinn að við fáum að koma saman og lyftum þínu heilaga undursamlega nafni Drottinn. Ég bið um að þú mætir einum og sérhverju hér í dag, Drottinn. Ég bið dýrðar nærveru þína hér inn, Drottinn, þegar við lyftum upp nafnið og segjum þér öllu sem við eigum að við elskum þig og við erum þakklátt fyrir allt sem þú lyft okkur afgang í gegnum og þú hefur leitt okkur í gegnum. Ég bið fyrir því, Drottinn, að einn og sérhverjir inni megi fá að finna þig hér í kvöld og finna fyrir þér hér í kvöld, Drottinn. Ég bið bara nærveru þína djúpt inn í hjart okkar, Drottinn, og sál í Jesú nafni. Og allir við sagði, amen. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there's peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. And every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, till every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus from the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, and Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life.
want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there's peace within your presence. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. 'Cause I just want to speak the name of Jesus. Ole. Já, við erum kölluð Óli. Verið velkomin. Gott að sjá okkur, gott að vera hérna. Yndislegt að vera hérna. Frábær lofgjörð. Ég elska þetta lag. Hann læknirinn okkar, hann lausnarinn. Og við ætlum að hérna biðja saman. Óli ætlar að tala til okkar á eftir. Og ég veit að við erum öll með bænarefni á hjörtu okkar og í hug okkar. Og ég trúi því að besta leiðin alltaf fyrst að leita drottins. Og það segir í Jeremía 33, 2-3, svo segir drottin sem skapaði jörðina, pælið í þessu, drottin sem skapaði jörðina, mótaði hana og grundvallaði, nafn hans drottin, þess vegna biðjum við og köllum hann, öðru hverju orðið við biðjum. Hann segir, hrópaðu til mín, ég mun bænheyra þig og ég mun kunngera þig mikla hluti og leyndardómsfulla sem þú hefur ekki áður þekkt. Það eitthvað sem drottin hefur fyrir okkur. Ef það í basli, ef það eitthvað sem að hrjá okkur og við erum einhvern veginn að berjast, að hann hefur þessa hluti, hann búinn að sigra og við getum leita til hans og við þurfum stundum bara taka tilfinningar og einhvern veginn líðan og bara fókusa hann og leyfa honum að taka plássið, þá hefur hitt ekki þetta pláss í líf okkar. Og það svo mikilvægt að bara eiga þetta samfélag við hann, tala við hann, biðja til hann, leita hans af öllu hjarta svo hann hafi þetta pláss. Rísum á fætur. Ég trúi því að Guð ætla að tala hér í kvöld og bara lækna og leysa. Í alvöru, hann lausnarinn, hann uppspretta lífsins, lækningarinnar, vonarinnar, friðarins, gleðinnar. Drottinn minn bara þökkum þér fyrir það hver þú ert. Takk fyrir að vera skapari himins og jarðar. Takk fyrir að vera sá sem að mótaði okkur og við getum komið fram fyrir þig og leita þín af öllu hjarta, Drottinn minn. Og takk fyrir að þú vilt hjálpa okkur í erfiðleikum. Þú vilt gefa okkur styrkinn til þess að ganga í gegnum erfiða tíma. Þú vilt gefa okkur styrk til þess að kenna okkur að ganga í gegnum þessa tíma inn í storma lífsins og að við höldum áfram af því að þú ert sá sem þú segist vera. Þú ert styrkurinn, þú ert lífið, þú ert vonin alltaf í öllu og þú gefur okkur þennan kraft til þess að halda áfram, til þess að við getum hort á þig, fyllt okkur af þér svo að hitt, lygin og ruglin hafi ekki pláss í líf okkar og þú leysir algjörlega allt það sem að binda okkur, þú leysir alla fíkn í Jesú nafni, þú segir bara, við getum sagt þetta fjall bara í burtu með því í Jesú nafni, af því að þú hefur sagt að við að gera það, við eigum að leita til þín og þú bæn
þráir að bænir okkur en hann háttum að bara leysa okkur algjörlega. Og þeir sem eru út að þjást og ástvinir okkar sem eru á hjörtun okkar, við afhendum þér eitt og sérhvern þeirra. Við afhendum þér ástvin okkar og þá sem eru út að þjást og biðjum þig að grípa inn í líf þeirra, reisa þá við, blessa þetta fólk sem er að þjást, Drottinn minn, og hjálpaðu okkur að vera þetta ljós og vera þetta salt þegar við nálgumst náungan, Drottinn minn. Ó, heilagi Faðir, blessaðu áframhaldandi þessa stund, blessaðu hérna lofgjörðina og eininguna sem er hér í kvöld, Drottinn. Mættu við fyllast á svo miklum kærleika að við bara þráum, Drottinn minn, að bara stíga út og treysta þér fyrir þessu öllu saman. Í Jesú heila nafni. Amen. Takk, Jesus. Halleluja, halleluja. Og í þessum krafti og í Guðs krafti þá höfum við alltaf líka bæði tíma til að stíga út bæði bara í þjónustu og í gjöfum og hér hérna takum við alltaf samskot og það eru posi aftast, það eru baukar sem munu ganga og við bara blessum ykkur fyrir hverja einustu krónu. Það kemur alltaf eitthvað í pottinn og þessi peningur er vel varinn. Hann er bæði hér til að halda starfinu áfram, það er svo gott að koma hérna og svo veit ég að Óli, hann blessar marga sem að þurfa á því að halda þegar hann getur. Þannig að hver króna skiptir máli og Guð blessi ykkur. Of my King, I can hear his heartbeat beckoning, and in my darkness he set me free, and now I hear the Spirit's calling me. He's calling, wake up child, it's your time to shine, 'cause you were born for such a time as this. He's calling, wake up, your time to shine. You were born for such a time as this, for such a time as this. I can hear the holy rumbling. I've begun to preach another King, losing chains and breaking down the walls. I want to hear the Father when he calls. He's calling, wake up child, it's your time to shine. You were born for such a time as this. He's calling, wake up child, it's your time to shine. 'Cause you were born for such a time as this. He's calling, wake up child, it's your time to shine. 'Cause you were born for
is the anthem of a generation. Here we are, God, shake our nation. All we need is your love. You captivate me. This is the anthem of a generation. Here we are, God, shake our nation. All we need is your love. You captivate me. You captivate me. This is the anthem of a generation. Here we are, God, shake our nation. All we need is your love. You captivate me. This is the anthem of a generation. Here we are, God, shake our nation. All we need is your love. You captivate me. This is the end of a generation. Here we are, God, shake our nation. All we need is your love. You captivate me. This is the Here we are, God. All we need is your love. This is the shake our nation. You captivate me. This is the anthem of a generation. Here we are, God, shake our nation. All we need is your love. You captivate me. Captivate me. Langar að segja ykkur, ég var hérna fyrir 2 vikum, ég kem nú ekki oft hérna að lofa Guð með ykkur, en ég var hérna fyrir 2 vikum og salurinn, hann gjörsamlega bara blew my mind. Alveg örugglega eitthvað ef ykkur var hérna. Það var eitt af skemmtilega sem ég gert lengi í lofgjörð, því að salurinn tók svo hressilega þátt. Og ég bið ykkur það saman í kvöld. Meina með, allir voru hræddir. Það allt í lagi að aðeins að láta í sér heyra og taka aðeins þátt. Það svo frelsandi að lofa Guð og vera með henn. Við langar að heyra ykkur aðeins taka þetta. This is the anthem. This is the anthem of a generation. Here we are, God, shake our nation. All we need is your love. You captivate me. This is the anthem of a generation. Here we are, God, shake our nation. All we need is your love. You captivate me. This is Come on. This is
skegg. Það er svo hrottalega gaman að lofa Guð þegar salurinn tekur þátt að þið trúið ekki. Ég veit ekki hversu oft maður hefur verið í lofgjör og maður hefur bara að pæla í hvort það þurfi ekki að fara með púlsmælir út í salin. Stuðtæki og eitthvað svona system. Það er svo erfitt stundum. Þið eru geggju. Halleluja. I raise a hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes and fights for me. 'Cause I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, I'm gonna hear the praises roar. Up from the ashes, hope will rise. Death is defeated, the King is alive. Come on! I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. I raise a hallelujah. 'Cause I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will rise. Death is defeated, the King is alive. Ef ekki ástæða til að öskra yfir því að hann er lifandi, má heyra með. Woo! Come on and sing a little louder. Þið verðið að svara mér. Sing a little louder. Come on and sing a little louder. Come on and sing a little louder. Come on and sing a little louder. Sing a little louder. Come on, sing a little louder. Come on and sing a little louder. 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 'Cause I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, death is defeated, the King is alive. Sing a little louder. Come on and sing a little louder.
and sing a little louder. Sing a little louder. Yeah, yeah, yeah. Sing a little louder. Come on and 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 sing a little louder. 'Cause I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Woo! Óli, þetta stefnir í kór. Komið fullan sal af fólki sem getur sungið. Þetta er alveg magna. Þetta er alveg magna. Þetta lag hérna heyrði ég fyrir ekkert svo rosalega löngu síðan. Og ég varð algjörlega ástfanginn af því að ég hefði alveg getað skrifað það sjálfur. Ég veit ég hefði skrifað það sjálfur því að þetta er saga lífs míns. I searched the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise and the treasures that fade are never enough. But then you came along and you put me back together. And every desire is now satisfied here in your love. 'Cause there's nothing better than you know. There's nothing better than you know. There's nothing. Nothing is better than you. No, 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 no. There's nothing better than you know. There's nothing better than you know. There's nothing. Nothing is better than you. I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you see them all, but you still call me friend. 'Cause the God of mountains is the God of the valleys. And there's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you know. There's nothing better than you know. There's nothing. Nothing is better than you. Oh, there is nothing better than you. No, there's nothing better than you. No, there's nothing. Nothing is better than you. Turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn grace into God.
sees into our ways. You're the only one who can. You're the only one who can. You're the only one who can. 'Cause there's nothing better than you. No, there's nothing better than you. No, there's nothing. Nothing is better than you. No, there's nothing better than you. No, there's nothing better than you. No, there's nothing. Nothing is better than you. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father, and I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Come on. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah.
'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Takk Jesus. Ole. Halleluja. Halleluja. Amen. Vá, þvílík lofgjörð. Algjörir snillingar hérna á sviðinu. Ég ætla nú bara að hafa þetta kannski svona frekar stutt og það gott, en hérna búið að liggja svo á hjarta mínu núna. Ég held sé búin að fá 3 símtöl núna bara áður en samkoman byrjaði. Fólk sem að berjast við þennan djöful sem þessi fíkniefni eru og áfengi. Og hérna ég var að hugsa hvað er dýrmætt að eiga þetta, að eiga þennan stað hérna, að koma saman hér á hverjum einasta mánudegi. Það er alltaf búið að bjarga mínu lífi. Og hérna, og það er svo mikilvægt að við séum með útrétta höndi fólks. Ég var að hugsa, ég man daginn þá, þessi texti sem vorum að syngja hérna. Ég elska þig drottinn, miskunn þín bregst mér aldrei. Alltaf hef ég verið í höndum þínum, allt frá því augnablik sem ég vakna, þangað til ég legg höfuðið að kvöldi. Þá mun ég syngja en gæsku þína, Guð. Vegna þess að allt mitt líf hefur þú verið trúr og allt mitt líf hefur verið svo góður. Með hverjum andardrætti sem ég geð, mun ég syngja gæsku þína, Guð. Ég elska að heyra rödd þína, þú hefur leitt mig í gegnum eldinn og í dimmustu nóttum mínum ertu alltaf nálægur sem enginn annar. Ég þekkti sem föður og ég þekkti sem vin og ég hef lifað í gæsku þinni, Guð. Og þetta er svo magnaður texti. Það er svolítið gott að lesa hann svona upp bara á íslensku. En þetta er akkurat það sem við vorum að syngja áðan. Og það er þessna sem að snerti hjarta okkar. Það er þessna sem að maður upplifir þetta öryggi sem svo margir þurfa á að halda. Og nú er það bara þannig að baráttan, hún er náttúrulega ekki við menn að holda blóði. Hún hefur anda verið vonskunnar í himingeimni sem reynir að koma til þess að eyðileggja og stela og slátra og eyða. Og virðist bara ná þó nokkuð góðum árangur við það. Ef maður horfir á hvernig lífið er orðið í dag. Og þá er svo mikilvægt að eiga samfélag með öðrum. Og þessi mánudagar hafa verið samfélag fyrir ótrúlega marga. Við vorum að ræða saman hérna bænastundin áðan að við þurfum líka að taka skref, við þurfum að taka næstu skref. Það er gott að koma hérna mánudum og taka móti fyrst og fremst náttúrulega að hlusta á og taka þátt í og dvelja í hérna lofgjörð. Í svona lofgjörð eins og er búin að vera hérna á sviðinu núna sem er bara svo magnað. Og það sem gerist að andi Guðs, hann fer yfir salinn og snertur við hjörtu fólks. Þess vegna finnum við þessa góðu tilfinningu, við finnum það er eitthvað að gerast, það er eitthvað sem fyllir hjart okkar. Það kemur þessi vona nýju, kvíðinn og óttinn svona einhvern veginn hrekjast í burtu. Og friður Guðs kemur, friðurinn sem er aðeins öllum skilningi okkar, sem er að koma inn í hjarta okkar. Og það er svo mikilvægt að við náum að halda hjarta okkur opna, taka móti því sem við erum að reyna að koma til ykkar. Og fyrst og fremst er það að við eigum árnamann í himnum sem alltaf er til staðar. Hann er alltaf til staðar fyrir líf okkar. Eins og ég, og þreytist aldrei að segja, Hebreabréf 11, förum inn í þennan stað, trúum á þess að efast, trúum til þess að
að sannfærast þá hluti sem eigi auðvitað að sjá. Það svo mikið af fyrir líf okkar. Við þurfum að leggja traust okkar á eitthvað. Og hvað það? Við leggjum traust okkar á Guð. Fólk hefur brugðist okkur. Við höfum brugðist sjálf. En hann bregst aldrei. Hann alltaf til staðar fyrir þig. Sama hvað sem þú ert að gangi í gegnum. Við horfum upp á hryllilega atburði gerast í þessu landi og allan heim, ekki bara í þessu landi, allan heim. Og það mikilvægt og mikilvægara að við sýnum samstöðu og erum saman og höldum utan hvort annað, biðjum fyrir hvort öðru, styðjum hvort annað, hringjum í fólk og hvetjum það áfram og hjálpum þeim. Dæfum ekki þá sem að falla fyrir áfengi að fíkniefna nýju. Við dæfum aldrei, við megum bara ekki gera það. Við erum kannski síðasta hálmstráið sem að margir einstaklingar hafa og við þurfum alltaf að vera tilbúin til að rétta fram hjálparhöndina. Horfa augu þessu fólk og sjá augun á Jesú. Hver skipti sem þú hjálpar þessu fólki og fólkinu sem kringum okkur Og það bara rosalega mikið. Mér langar að lesa sálma því ég ætla að tala, en fyrst í sálm 103 þá segir náðugur og miskusamur drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Hann þeytir eigi deilur aldur og eigi eililega reiður. Hann hefur eigi breytt við oss eftir syndum vorum og eigi goldið oss eftir misgjörðum vorum. Svo sannarlega hef ég marga misgjörðum í mínu lífi. Heldur svo hár sem himinn í jörðinni, svo voldu miskun hans við þá sem óttast hann. Svo langt sem austur frá vesturinu, svo langt hefur hann fjarlægt afbrot vor frá oss. Afbrotun okkar, hann fjarlægt frá okkur. Þegar við tókum út í Jesú Kristin í líf okkar, og ég tala ekki með þessi einstakling sem voru, og ég sé að nokkur eru hér sem að tóku skýrt hérna á mánudaginn. Vá, bara til hamingju og þvílík blessun, það Og ég veit að þið hafið fundið breytingar í lífi ykkar þegar þið komið upp úr lauginni. Og vikan sem kemur á eftir. Ég man þegar að ég tók þetta trúarskjöf. Ég fann að gamli maður var farinn og sá nýtt var orðið til. En ég þurfti að halda í það. Auðvitað eru árásir á líf okkar. Eru árásir á líf okkar búið að vera. Eitthvað sagði við mig að djöfullinn ekkert að ráðast á þig. Þú ert bara inn á hans svæði. Skilurðu? Og það þessna sem hann fer gegn þér. Og það staðurinn sem ég vil vera. Ég ver inn á þessu svæði sem hann Og þú veist að ná fólkinu burtu út úr þessu svæði. Og það verkið okkar. Það hjálpræðsverkið Jesú Krist sem að lífið okkar fjallar allt Það fjallar ekki bara það að við getum sittið hér og orðið feit og klórað og hortið í naflana á okkur og tekið móti okkur og boðskap heldur. Það tekur við skipun, kristni på skipinu. Og hver hún? Það að fara út og segja öllum frá. Leiða fólkinni í Guðsríkið, kenna því, byggja þau, búa til lærisin og senda út til þess að ná í fleiri. Það það sem við höfum að gera. Ekki það að við ætlum bara að vera hérna einhver stað til hliðar. En auðvitað það bara þannig að við höfum alltaf skoðun á hvað við höfum að gera í kirkjunni. Og það var eiginlega það sem ég ætla að tala um hérna í kvöld sem að því það hefur legið mér svolítið á hjarta. Og það ég man eftir gamla Marítastarfinu og síðan UNG, var ekki mun eftir því líka. Og þeir voru með Marítastarfið. Og eins í UNG þá byrjuðum við alltaf á sálmi og við þekkið hann öll, en ekki á sálmi heldur á kærleiks orðunum úr fyrra Korintubrefi. En það svo magna, ég alltaf horfa svona aðeins í kringum þetta, hvernig hann fór hann að skrifa þetta bref. Og það bara þannig að við höfum alltaf skoðun á því í Guðsríkinu, hvað við ætlum að gera og hvernig við ætlum að gera það og hvernig við ætlum að fara að. Og í kaflanum undan, í 12. kaflanum talaði það að hægri höndi að verða að vita hvað svo vinstri að gera og sumur sett þessi smáni, postular, predikarar, trúboðar, sumum gefið það biðja fyrir fólki og það læknast. En við verðum bara að lifa á Guði að stjórna þessu sjálfum. Og Kórintumenn voru þroskir menn og hann segir í endanum á 12. kaflanum, þá segir hann, ég ætla að kenna ykkur aðra og betri leið. Hætti nú að rífast yfir þessu og ég ætla að kenna ykkur aðra og betri leið. Og hver sú leið? Nú var allt frosið hérna í tölvunni hjá mér, það gæti nú verið. En leiðin allavega, hún hér. 13. kaflinn. Þótt ég talaði tungum mann og engla en hefði ekki kærleika, var ég hljómandi málmur og hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómskof og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekkingu af þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að fara mætti fjöll og stað en hefði ekki kærleika, var ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum og þótt ég framseldi líkaminn til þess að vera brendur en hefði ekki kærleika, var ég engu bættari.
Og svo kemur það. Kærleikurinn er langlyndur. Hann er góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur. Hann reykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega. Leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki og hann er ekki langrækinn. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt og umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Og svo segir í 13. versinu, en nú var trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur. Þannig það er alveg sama hvað við ætlum að gera og hvað við erum að gera. Við verðum að eiga þennan kærleika. Þetta er það eina sem getur brotið þetta ok sem er á heiminum í dag og þetta ógjöðana viðbjóð sem veður yfir hennar heim í dag. Það er eina sem getur brotið þetta er kærleikur Guðs sem birtist í Kristi Jesú. Að við getum leitt fólk inn í Guðsríki, ef fólk að finna tilganginn í lífinu, finna að þú tilheyrir, finna að þú ert verðugur til þess að taka á móti þessari gjöf. Hann fyrirgaf okkur syndir okkar. Hann dó á krossin til þess að við getum lifað og lifað í fullri gnægð. En skrefið verður alltaf að vera þitt. Við megum aldrei gleyma því. Hann mun aldrei rífa viljan að þér, aldrei nokkuð tíman. Það þýðir ekkert að kenna honum þegar illa gengur og þakka sjálfum sér fyrir þegar gengur vel. Við verðum að taka móti Jesú Kristi inn í líf okkar, bjóða hann velkominn inn í líf okkar. Af því að eins og ég sagði, hann treður sér ekki inn í þitt líf. Þetta er ákvörðun sem þú hefur. Guð gaf þér sjálfstæðan vilja til þess að velja og hafna og á sama tíma að velja hann eða hafna honum. Ef þú vilt sjá breytingar í lífiðinu, þá getum við ekki dansað svona lífinu. Við getum ekki verið klofvega í heiminum og Guðsríkinu. Það er bara ekki hægt. Það er svona hálfvelgja. Við verðum að stíga skref og það gerum við með játningu vara okkar. Við játum við vörum og trúum í hjartanu Jesús er drottinn. Hann hafi dáið á krossinu fyrir syndir okkar sjúkdóma, allt það sem við erum að berjast við. Þá stendur í orðinu, þá munum við hólpin verða. Og þetta er kallað að frelsast. Og það er að eignast nýtt líf með honum. Og ég hveti til þess að gera það í kvöld. Mér langar svo að biðja lofgjörnum að spila eitt lag og leiða okkur inn í lofgjörnuna. Og á sama tíma þá langar við að biðja fólk að koma hérna fram. Fólk sem vil taka á móti Jesú Kristi inn í líf sitt. Ef þú ert hér í kvöld og hefur ekki tekið á móti honum inn í lífið þitt, ef þú hefur ekki játað hann í lífið þitt, þá hveti ég til þess að gera það í kvöld. Á morgun geta við orðið of seint. Og mér langar til að segja bara að ég farið með þessa sögu og mörg okkar var kannski heyrt hana. Þetta er svona tilbúningur að vísu, það er talað það í Biblíunu að Jesús komi til að sækja kirkjuna sína og fara með hann í himinn og það er kallað burthrifningi þegar bara allt í einu hverfi fólk og fer upp í himinin. Og það er sagt, og við sagt frá þess að í gamla landi að þegar voru mjólkubúðir, þá gaf það keypt 500 grömm skeri og það var svona skellt á og pakkað inn, það var ekki svona allt í fínum pakkningum eins og í dag. Og þá kom gömul kona í búð, mjólkubúð, með staf, eldri kona og keypti alltaf bara halvan lítur mjólk og 200 grömm skeri og búin að gera þetta í langa tíma. En stúlkan sem afgreiddi, hún tilheyrði kristnu söfnuði og var frelsuð og átti lifandi trú á Jesú Krist. Og síðan var hún einn daginn, hún var þarna gamla konan og heilsarinn og þau tala saman. Þá kemur Jesús, eins og Biblían segir, í skýjum heiminsins til þess að sækja kirkjuna sína. Og allt í einu þegar hún er að afgreiða gömlu konuna, þá lyftist unga stúlkan frá borðinu og er á leiðin upp í himinin. Og náttúrulega rosalega glöð á hana. Svo lítur hún niður og þar stendur gamla konan þar með stafinn og skeri sitt og mjólkina og stafinn og tári í augunum og sagði af hverju sagðirðu mér aldrei frá þessu? Og ég held að þetta sé akkurat þess að hvatjana þeir fyrir mig í byrjun að segja fólki frá. Ég vil ekki vera í þeirri stöðu að þegar að tíminn kemur að fólk sem búið að ganga við hlið mér í langan tíma og mörg ár, að ef ég hef ekki sagt þeim frá þeim sannleika sem Guð hefur sett inn í mitt líf að hann er lifandi Guð, að ég vil ekki lenda í þeirri stöðu. Ég þreytist ekki að segja fólki frá því að Jesús er eini vegurinn, sannleikurinn og lífið. Það er alveg sama hvaða kuklu ert að reyna að fara í kringum þetta, það er ekki hægt. Það er bara ein leið og hún er í gegnum Jesú Krist. Engin önnur leið er fær. Þú getur fengið alls konar plástra í lífinu í alls konar námskeiðum og rugli sem er í gangi og fengið einhverja sem líður vel eitt kvöld eða eitthvað. Skilurðu? En ef þú ætlar að eignast sannleikan og ef þú ætlar að eignast frið í hjarta
ef þú ert losna við kvíðan og óttan og vonleysið í lífiðinu, jafnvel sjálfsvíks hugsanir, og eina leiðin út úr erfiðleikum að fá sér, og þá starta að stíga þetta skref og taka á móti Jesú Kristi inn í lífið. Amen. Ég vil ekki að syngja eitt lag saman og svo ætla aðeins að ég ætla að biðja fyrirbyrðinni sem hérna í kvöld, Viktor og fleiri sem hérna og koma og biðja, og ég hveti til að standa upp og koma fram og taka á móti sem Guð fyrir lífið í dag. Þið geta að hafa þetta lengra. There's a grace where the heart is undefiled. Another way when the walls are closing in. When I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know that I'll never be alone. There's another in the fire, standing next to me. There's another in the wall, holding back the sea. Should I ever need reminded of how I've been set free? There's a cross that bears the burden, where another died for me. There's another in the fire. There's a grace where the heart is undefiled. Another way when the walls are closing in. When I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know that I'll never be alone. There's another in the fire, standing next to me. There's another in the walls, holding back the sea. Should I ever need reminded of how I've been set free? There's a cross that bears that burden, where another died for me. There's another in the fire. Ooh, there's another in the fire. Ooh. All my dead left for dead between the waters. I'm no longer a slave to my sin anymore. And should I fall in the space between what remains of me and this reckoning, either way I won't bow to the things of this world. 'Cause I know that I'll never be alone. There's another in the fire, standing next to me. There's another in the waters, holding back the seas. Should